Komið sæl og verið velkomin í handboltakvöld. Það verður mikið og margt gerst síðan við tókum upp seinasta þátt. Allt að gerast í Ólís-deildum karla og kvenna í úrslitakeppninni nánar tiltekið og við ætlum að fara yfir það helsta. Með mér eru Lúter Gesson í fagur rauðu 5-1 treyju og Sigurjón Friðbjörn Björnsson, þjálfari kvennaliðs IR. Verið velkomnir. Takk fyrir. Blorri. Já, fagur blorri. Þetta Hömmel versus Umbró. Hvað ef við förum bara beint í undanúrslitin í karlaboltanum og byrjum kannski bara á því sem var að gerast í kvöld. Þessi þáttur er náttúrulega tekinn upp á föstudagskvöldi. Haukar IBVF, strákar, þetta er farið minna margt á rimmuna Íslandsmeistaratitilinn 2014. Klárlega sko, þetta er bara stál í stál. Hvernig fannst ykkur leikurinn í kvöld? Lúter, við byrjum með þér. Mér fannst það bara, ég held að allir hafa átt von á þessu eins og Sigurjón segir, þetta bara myndi vera stál í stál. Ég held kannski að ef við tökum aðeins bara umræðina fyrir leikinn þá held ég að það hafi verið svona svolítið stór partur svona sem hafa kannski búið að dæma IBVF úr leik, bæði með Magnús og Kára upp í stúku. Það myndi reynast erfitt, en bara einn af þessum bara frábæru leikjum sko. Já, ég er sammálaði sko, ég held að myndi kannski vega þungt í rimmu sem var búin að vera mjög jöfn og en það bara kom ekki sök, þeir bara slóðu saman á vopnum og voru bara hrikalega flottir sko. Hættu nú þetta gömlu klísjuna að það kemur maður í maður stað. Já, bara klárlega. Og við förum aðeins yfir leik, þetta er kaflaskiptur leikur á mörgu leyti. Við sjáum það sko, þegar það er ekkert rosalega mikið eftir af fyrri hálfleiknum þá virðist Haukar vera svona að ná völdunum en samt endar fyrri hálfleikunum þannig að IBVF er 2 mörkum yfir. Þetta er svona, það var ómögulegt að segja til hvernig þessi leikur myndi fara. Já, og mér minnir að IBVF hafi svo náð jafnað, fóru svo aftur undir, þeir koma svo aftur og ná 2 marka vorskoti. Ég hreifst rosalega af þessum, eins og segir, maður kemur í manns stað. Sko, mennirnir sem mér fannst vera að stíga svolítið upp þarna, það eru sko ungu leikmennirnir Dag, hvað var hann með? Dag var með held ég ekki nema 1 mark en mjög flottur í þessum leik. Hann er með 1 mark. Sko. Ha? Hann er með 1 mark? Já, en bara þú veist, það má ekki taka það á honum, hann átti frábæran leik sko. Og Elliði Snær? Já. Hann var góður með 1 mark líka. 2 mörk fyrir. Já, hann var reynda með 2 mörk. Algjör sko bara ótrúlegt að sjá þessa 2 hvernig þeir stigu upp í þessu leik sko. Og sérstaklega Elliði Snær, hann var virkilega flottur sko. Verður ekki að minnast aðeins á sko 2 leikmenn, sko hornamennirnir, Hákon Daði Styrmisson, leikmaður Hauka og Theodór Sigurbjörnsson í IBVF. Þetta er einhvern veginn þeirra sýning. Þeir eru búin að vera eldi í öllum þessum leikjum sko. Hákon alltaf var það fyrir jól og fékk kannski ekki mörg tækifæri og svona. Kemur síðan í Hauka og þetta er svolítið, þetta er leikrit, þetta er skrifað í skýin sko. Það er gaman að sjá það sko, hann spilaði 14 leiki fyrir IBVF fyrir áramót, eða komið svo í 14 leikum, skoraði 19 mörk. 2 leikjum móti IBVF í úrslitakeppninni, 22 mörk og núna 33 í 3 leikjum. Þetta er magnað að sjá þetta. Já, hann líka, þetta er bara svipuð tölfræði og hann var með bara eftir að hann kom til Hauka. Hann var fljótlega búinn að skora fleiri mörk þar heldur en allt tímabili með Haukum sko. En já, þú veist, við eigum alveg vona á þessu. Þú veist, ég meina, Theodór hann er eini sem skorar í IBVF liðinni í kvöld fyrstu 5 eða 6 mínúturnar. Hann skorar 4 fyrstu mörkin. Og kannski hélt að þetta yrði bara hans, svo aðeins verið að jafnast út, fleiri sem að komast inn á markalistan Einar Sverrir sem er 9 mörk. Já, og svo margir þarna eftir 40 mínútur sem að voru kannski bara með 1-2 mörk sko, en dreifist betur. En það er kannski líka það sem vantaði í fyrsta leiknum, það sem að EM-menn voru kannski ívið betri í svona framan að leik, er að framlagið frá kannski útilínunni, skiptunum og miðjumönnunum var bara ekki nóg gott sko. Þeir Einar Sverris var til dæmis ekki með góða skotendingu í þeim leik. Agnar Smári var kannski ekki að hitta svona á fjöluna. Þeir eru að koma miklu starra framlag núna. Svo má líka ekki gleyma því sko að við erum að tala um Tedda og Hákon að Theodór er að skora miklu færri vítaköst sko.
Meni, hvað er hann með? Hann með 11 mörk í dag eða eitthvað? Jú, 11 mörk og 3 víti. 11 mörk og 3 víti. Versus sko 11 mörk 8 víti. Já, auðvitað eftir að skora vítunum en þetta er mögnu tölfræði. Þetta var líka á sinni fyrsta leiknum að skora 13 mörk sko. Strákar, ég spyr ykkur hvort þið séu sammála mér einn leiti því að þetta er búið að vera náttúrulega frábær imma. Þrátt fyrir að Haukar hafi verið komnir í 2-0 getum við ekki sagt annað en þetta hafi verið jafnt. Það eru búin að vera læti og rauðspjöld og svona vafadriði. Mér fannst það eiginlega eina sem vantaði í kvöldum, kannski örlítið meiri læti og vafadriði, eru þið sammála mér? Já, vantaði krydd í þetta. Já, það var enginn að slást einhvern veginn. Jú, það var samt þetta, það var kannski, Fætingur en. Já, þetta ekki líka bara orðið þannig að sko dómararnir, með fullri virðingu fyrir þeim, þá voru nú ansi margir þarna upp í stúkunni og blaðamannastúkunni fyrir leiki sem að voru svona velta vöngum yfir því hvort að þetta virkilega væri rétt ákvörðun að senda þessa dómara á hana leik sem hafa kannski reynsluna en allavega höfum við séð þessa menn vera að klikka. En það er ekkert út á sakvæmstrúsum í kvöld eða hvað? Þeir voru kannski líka núna eftir alla þessu umræðu þetta ekki það sem við eigum eftir að sjá að leikurinn, það sem er verið að biðja að leikurinn fái að fljóta betur að sé ekki alltaf vera að pípa og við séum með sko 22 mínúta brottvísun sem við séð í úrslitinu í einu leik það hafa verið eitthvað svoleiðis, var ekki afturhelding var alveg voru 18 mínútur hjá hvoru liði en sjáum við bara svona með við erum að tala um þetta gaman að því þessi maður í banni að hann er bara aðalmaðurinn í stúkunni. Sannur eigamaður. Já. Það sést ekki hérna. Magnús er við hliðina á honum líka náttúrulega bara meiddur og hann situr allan tíman. En Kári er bara fyrir blaðamenn mann. Þetta er bara stæla. Já. Við vorum, hann var farin að, þú veist, hann var gott fyrir að vera þarna. Hann náði sér í vatn og svona hjá okkur. En hérna, rosalega líflegur bara. Hann tekur hérna eins og núna, hann tekur hérna köst og fimmur og svona. Já. En hann var mjög fljótur út á gólf þegar leikurinn var búinn. Já, ég ætla ekki kannski að staldra lengi við sko seinasta leik sem var í Eyjum en að því að við erum að tala um Kára, hérna, hvað finnst þér um þetta? Þetta er bara rautt. Það er ekkert annað hægt að segja því, ég hugsa að þetta hefði ekkert verið verið eitthvað illt í þessu en hérna. Það skiptir það eitthvað máli, hvort þú sért sko sót illur á reiði eða þú sért bara hérna flippa í gamla liðsfélaganum. Já, við setjum hérna dómarann í þetta sæti, hann er eitthvað að fara að meta hvort hann sé að djóka eða ekki skilur, ég meina, þú veist það er nýbúið að dæma 2 mínútur á hann fyrir að ráðast aðeins á Hákon eftir að Hákon braut á honum. Sem út af fyrir sig var eiginlega rautt. Já, mér fannst það eiginlega sko, en hérna, þú veist, tekur hann þetta en að reyna að taka í spaðan, ég meina þetta er bara rautt spjald og þetta er bara einn leikur í bann eins og þetta var dæmt sko, mér finnst það bara rétt. En að sko landsliðsmaður með einhverja 100 landsleiki á bakinu láti hanga sig á þessu? Já, það getur bara allt gerst í hitaleiksins. Mér er alveg sama hvað þessu reynslu mikill þú ert, þetta, þú veist, Þetta er bara handbolti. Já, hann verður reiður þarna. En sko, að því að það geta allir reiðst. Við erum búin að taka svona atvik eins og þessum reynslu miklu menn í þessari rimmu, eða þessum rimmum í undanúrslitum er að fá rautt ef við tökum til dæmis þegar Jóhann Gunnar á að hafa gefið einhvern olbúa í afturhaldingunni. Þú svo sem kannski þekkir það betur heldur en við Lúther að spila svona leiki örlítið betur þarna. Hversu mikilvægt er að spennustigið og hausinn sé svona rétt stilt á leikdegi og í leiknum? Það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt sko, þetta er náttúrulega bara adrenalín á fullu og eins og þegar Jóhann Gunnar fær þetta rauðspjald sko, ég meina það er verið að brjóta hann löngu, á að vera löngu búið að stoppa þetta og hann er eitthvað að ýta hann lengst sko, hann bara pirrast í 1 sekúndu og svona danglar eitthvað aðeins í hann, ég meina þetta er bara rétt en þú veist, fyrir aldrei í andlitið á hann samt? Nei, þetta er bara svona skil, ég meina þetta er bara pirringur og menn eru bara hátt stemdir og vilja vinna og þú veist, það er allt á fullu sko, ég meina sami með Kára sko, ég meina það skiptir engum máli hversu mikla reynslu yfir, þetta er úrslitakeppni. Já. Við viljum hafa þetta svona. Já, við viljum klálega hafa þetta greitt. Aðalumræðan var kannski með þetta, ég held að allir hafi verið sammálaðir sko, þetta hafi verið rautt spjald, þetta hafi verið óíþróttamannsleg hegðun og eitthvað sem maður á ekki að sjást, þú veist, þetta þýðir á ég að skjóta því í hausinn, skilur, eða ég ætla að skjóta því í hausinn, þetta þýðir ekkert annað. Það var aðalumræðan áttu hann að fá bannið ekki sko. Já, ég held að sé bara samt þannig að af því að við höfum reglurnar eins og þær eru að aganefndin er kannski á það komið að dómararnir skrifa eitthvað í skýrsluna að það er það bara þegar þú sýnir að óíþróttamannslega hegðun
Það það bara alltaf, þú veist, automatískt bann. En maður veltir því fyrir sér samanskapið, sko, nú erum við með reyndar, sko, olbóðskot sem kannski, þú veist, þetta ekki hérna eitthvað mest brútal olbóðskot sem ég sé. Svo ertu með stimpingar í afturhaldið kvalu milli Jóhannssonar, minni mig, og Sveinsson, held ég alveg. Já, maður náttúrulega... Þú veist, það gefur aukt á þetta og menn að stimpast. Ég svo sem, það virkaði óskum saklaust, en verið að gefa einhver skilaboð að handabendingar séu hérna verri. Ég meina, ef við meira að segja líka tekið dæmi í úrslitakeppni þar sem kannski ekki gefin rauðspjöld í leiknum, en Maggi Stef til dæmis á móti Gróttu sem bara líkamsárás. Það að tala á Viggo eða? Já. Ég meina, það ekki gefið bann einu svona, eða þú veist, ef það hægt að dæma eftir á menn í bann, þú veist, það ekkert gert í því, en einhverjar handabendingar leikbann. Já, ég sammála þessu, þegar Maggi tekur hérna Viggo, ég meina, hann klippti hann á sambandi í þeim leik, bara á 10. mínútu eða eitthvað, sko. Það var bara beint rautt, og meina því miður sá dómarinn það ekki. Svo þegar Janus hérna í stimpingunum í fyrsta leik á Ásvöllum og hann sparkar eitthvað til hans, en þetta bara beint rautt. En þetta bara svona í öllum leikjum núna í þessu, komin í undan úrslit og ég meina, menn vilja komast alla leið, sko. Þetta samt, sko, maður að horfa, eins og við leikum þessum leik í kvöld, að sjá til dæmis, sko, Adam leika það að hann hafi fengið höfuðhögg. Það var vandræðalegt fyrir Adam, ég skal vera samanlega. Leggst í jörðina, haldandi höfuðu hágrátandi, æpandi og annað, fær andra heimi út af á crucial momenti svona, þú veist, með 2 mínútur, þú veist, hans önnur brottvísun. Þetta dýrt ef að, þú veist, hefði komið eitthvað slys hjá andra heimi, þá var hann komið rautt spjald. Það mjög dýrt fyrir IBF í svona leik. En ekki líka bara IBF? Þetta bara leikarskap, þetta bara ljótt. En ekki IBF, Haukamenn eru þeir ekki bara líka svolítið að spila inn á þetta, eins og umræðin hefur svolítið verið hvað IBF eru grófir. Og ég meina við sjáum það að Haukamenn eru 6 mínútur út af í núna þessum leik og EM-menn eru í 12 mínútur. Já. Þannig að ekki bara skilaboðin sem eru sett, ef það eitthvað verið að stimpast í ykkur, ég meina kryddið aðeins. Detti í gólfið og vælið eða? Nei, kannski ekki að detti í gólfið og væla, en þú veist, að krydda aðeins, ég meina, menn spila bara eftir þeim reglum sem ég meina, þetta í fótboltanum. Já, við erum búin að vera gagnrýna heldur betur, hún til dæmis, við förum aðeins yfir í kvennaboltan, Ramúne fyrir ekki það, og nú er búin að taka hana lífi fyrir að liggja á væla, skilur við. Já. En þetta svona allstæðar, þetta líka í karlaboltanum, sérstaklega kannski hjá, finnst mann oft yngri leikmönnum. Þeir eru svona, hafa verið að fylgjast mennska boltanum og lært að dýfa sig, sko. En kannski áður við segjum alveg skýri við Haukar í BF og förum í næsta við. Það líka atvik úr fyrsta leiknum sem ég finnst áhugavert, þar sem Elías Már ögrar áhorfanda. Já. Er þetta ekki líka rétt? Já, það bara sér þetta ekki, þetta bak við skilt. Hann lúmskur. Já, hann lúmskur. Ég meina, mér finnst það ef að dómarinn hefði séð það, það var náttúrulega klárlega átt að vefa spjaldinu, en hérna, þetta náttúrulega alltaf hvað sérðu og hvað ekki, sko. Sammála til út þér. Það spurningum að gera þetta bak við skiltið, að taka byssuna á leiðin út af, þú veist. Nákvæmlega. En hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þetta einvígi komið til með að spilast núna? Er það ekki, vilji ekki allir svona hlutlausir áhugamenn og handbolta fá þetta í oddaleik? Jú, ég held að. Jú, að sjálfsögðu. Við erum ekki leiðilegi við Haukana þótt að við segjum að við viljum að IBF finni næsta leik. Nei, mér finnst. Það held ég ekki. Mér finnst, sko, miðað við það sem að maður svona að hlera, sko, IBF, þeir eiga svona, sko, hlutlaus aðili í dag, átti að áfram að meta þetta. Hann svona farin að vorkenna IBF, þeir hafa svona gengið gegnum meiri meiðsli, Kári greið, missi sig og það allt í standi í Haukum. Þú veist, það engin meiddur þar og þeir bara á svona besta liði og spila gríðarlega vel, skilurðu. Þannig að ég held að þetta sé svona, það var gaman svona, þú veist, IBF. Mér finnst þetta kannski, þeir eiga svona meira inni smá vorkunn. Mér finnst þetta eitt, sko, sem í þessum leik að hvorugt liði náði, ég meina hvað, eftir venjulega leiktíman, 29 eða ekki? Jú. Hvorugt liði náði svona einhvern veginn svona góðu rönni varnarlega, sko. Við erum að tala Haukarnir eru þekktir fyrir varnarleik og hraðaflöp. Þeir unnu náttúrulega fyrsta leikinn á því að ná að loka vörninni. En hvorugt liði svona að smella einhvern veginn. Og ég held að þjálfari beggja liða í kvöld til dæmis hafi verið óánægðir með hvernig nýtingin var að koma út úr hraðaflöpunum, sko. Já.
En eigum við... Snýst þetta ekki það? Jú. Ég meina, liðið sem nær að smella varnarlega og markvarslan, það liðið sem að fara í úrslit. Ég held að það sé nokkuð rétt myndið hér. Hvernig eigum við þá að, ef við skjótum á úrslit í næsta leik, 1x2 bara, hvernig, eða ekki x, það fyrir alltaf í framlengingu. Það ekki hægt að, ég meina, ég geti það ekki, sko. Þetta bara 2 framlengdir leikir í röð, ég meina, þú veist, þetta bara... Þetta mitt mat þetta dottið IBF megin núna. Þessi sigur einhvern veginn í kvöld með laska lið og þurfa 2 stráka bæði til að standa fremst í vörninni og svona, þú veist, taka þátt í sóknarleiknum og annað. Fyrst þeim tókst þetta, þá, þú veist, verður allt lagt undir í eigum. Ég held að þeir vinna Haukana á sunnudaginn í venjulegu leiktíma. Mér finnst þetta eitt, sko, að Haukarnir, þetta bara einhvern veginn alltaf ekki árin, þeir eru bara svo díselir. Þú veist, ég meina, auðvitað vinna þeir ekki hennan leik og þeir geta komast í úrslita einvíð og allt það. Þetta einhvern veginn bara, maður einhvern veginn trúir í alltaf bara, þetta kemur þá bara í næsta leik. Þeir mallar alveg rosalega, það ótrúlega bara hvernig vinnuseminn skilur sér alltaf á þessu leik. Við skulum kannski... Og bara frábæri leikmenn þetta. Já. Bara, þetta rjóminn af því besta sem við höfum. Já, samanlega því. Við skulum kíkja á 1 eða 2 viðtöl úr þessu leik áður við skellum okkur í alveg afturlending. Fyrst og fremst kannski bara, svekkelsi að við erum ekki bara að nota þennan dag ekki bara til að tryggja sér inn í úrslitaleikinn. Já, ótrúlega súrt og en það niðurstaðan, svo það bara leikur sundaginn svo við erum að fara undirbúið strax. Fannst þér eiga skilið að fá meira út úr þessu leik? Mér finnst við ég veit ekki, mér finnst við kastaði þessu dálítið frá okkur mér finnst þeir klókari svona þegar mest á reynir og mér finnst við líka auðlar þegar allt á með okkur í fyrri hálfleik að fara ekki bara með forskot inn í hálfleik í steðan fyrir allt í henni lenda hann, ég held við skorum 3 mörk seinastu korter eða eitthvað í fyrri hálfleik sem meir sér til og allt sko fara ekki bara með 5 mörk inn í hálfleik og gefa ákvæði seinna. Við voruð allan svona í fyrri hálfleiknum það hefði ekkert verið óraun eftir einu veru? En mér finnst það svona, ef ég á að reyna að muna eftir þessu núna, þá minni mig það. Svo maður að fara heim og horfa á þetta betur. Og eins í framlengingunni eru þeir bara betri þegar mest á reyninni þeir skora en ekki við og vinna leikinn. Hvað verður til þess að þið nýtið sóknina líka illa í framlengingunni? Já, ég heldur bara hvort við förum 1 hraðahlaup og fáum síðan 2 ruðninga á okkur og ég var hvort að missi haus þarna eitthvað, var ekki búinn að fá boltan 3 fyrir röð eitthvað líka. Ég missi mig eitthvað sól og kasta boltan fram með 10 sekúndur. Það er bara, það má ekki við í svona jöfnum leik. Leikur á sunnudaginn, mikið sem þú sérð að þið þurfa að laga þangað til þá? Nei, alls ekki. Það er náttúrulega bara leið og við glemma að mæta þeim í vörn og þá skjóta það bara yfir okkur. Aggi og Einar. Og bara hörku skittur, svo ef ég fá 9 metra færi þá er það yfirleitt bara í skeytinni svo ekkert að sækast í markmannin þar en svo finnst mér kannski vanta dálítið svona killer instinct í okkur eins og í fyrra líka að bara gefa þeim ákveðin skilur bara að við séum bara betri, okkur finnst það. Umræðan kannski fyrir leikinn svona lokum vantar Kára hjá þeim, vantar Magnús heldur þið kannski þið verið að fara inn í auðveldara leiki heldur en hérna 2? Nei, skilur, maður ég er ekki búinn að lengi í þessu, við erum með fullt af gæðin sem er búinn að lengi í þessu og það er ekkert þannig nema þá að sé ykkur undir meðvitund sko, en bara mættum í dag og þetta var ekki okkar dagur svona, það er heldur að við þessu. Við þurfum að læra þessu og mæta beittir á sundaginn. Takk fyrir það, mjög hægt. Þið eru all inn í þetta verkefni allt í einu núna? Já, við erum svo sem búin að vera það allan tíman. Klaufaskapur hjá okkur að klára þetta ekki í síðasta leik. Við áttum að vera búin að klára þetta í venjulegu leiktíma. Svo fer þetta bara í framlengingu og menn eru þreyttir og svo fellur þetta með þeim sko. En við erum, eins og þú segir, við erum ekkert hættir. Þótt að við séum með bakið við vegginn, þá er bara spyrn í hann og nefan áfram og allir á 150% kraft í þetta. Ekki kannski margir sem höfðu trú á þessu þegar þessi réttir náttúrulega berast að bæði Magnús og Kári ekki með í dag? Já, við trúðum á þetta allir hinir sko.
Já, við vorum aldrei að efast og svo náttúrulega þegar Maggi og Kári dett út þá léttist liðið töluvert þannig að við getum bara að keyra aðeins meira á það. Það meina, þetta hörkuleikur í framlengingu allan tíman með trú á þessu? Já, það annars getur maður bara sleppt þessu. Við bara, eins og ég sagði, við vorum óhefnir í síðasta leik og núna er bara allt eða ekkert skilur og menn voru bara all in. Takk fyrir þetta. Svo leiðis. Það strákar hitt undanúrslagið ekki síður skemmtilegt, einhvern veginn farið minna fyrir einhvað síður. Já. Það Valur Afturelding, staðan þar 2-1 eftir leikin í gær. Hvað finnst ykkur framvindu mála þessu byrjum á þér? Já, síðasti leikur var náttúrulega ekkert sérstakur. Það náttúrulega vantaði Böðvar og Árna Braga og ég held að það er stór biti. Og auðvitað vantar í Valsliði líka en þeir eru bara með meiri breidd, þeir eru bara með stærri hóp og þetta var svona tiltölulega búið ligguð í hálfleik. Einar Andri Áengan Óla Steff til þess að hringi þegar allt til fjandars? Nei, geta hann ekki hringt í Gela eða eitthvað? Það að finna eitthvað. En við sjáum náttúrulega í segjum þetta byrjar á Afturelding, tekur útisigur í Vodafone. Valsmenn svara síðan í hörku skemmtilegum leik í Mosfellsbænum en seinasti leikur Vodafone, þetta var einhvern veginn aldrei handboltaleikur. Mér finnst það gríðarlega gott fyrir Einvígi að Afturelding hafi tekið fyrsta leik út í Vodafone sko. Það var mjög gott fyrir Einvígi bara og það sem myndi koma á skal sko. Ef Valur hefði unnið þar þá held ég þetta hefði ekki spilast svona en það var náttúrulega gríðarlega vonbrigði kannski síðasti leikur hjá Aftureldingsmönnum og þeir eru ekkert sátti við þetta. Ég held að þeir munu klárlega býta betur frá sér í næsta leik. Hversu mikilvægt er að fá menn eins og Böðvar og Árna Braga inn í þetta? Eins og með Árna sko, hann frábær handboltamaður. Hann getur verið game winner sko. Ég upplifði það first hand hversu mikill game winner hann getur verið í fyrra. Ég er ennþá sár þetta. Sælar minningar. Nei, mér finnst það ekkert sælar minningar. Eins og Einarður viðurkennir það ekki, þú veist svona ef maður fyrir hann náttúrulega bara fer í sálfræðin og segir bara að kemur þetta venjulega gamla töð sko að komi maður í manns stað en ég held að það sést í síðasta leik að það er engin leikmaður hjá Aftureldingu sem er að koma í staðinn fyrir Árna Braga sko. Nei. Hann er bara ekki til sko. Stóru skóra að fylla. Klárlega sko. Það er hann ekki til. Þeir skora 23 mörk og það munar þetta framlag sko. Svo virðist líka sko, manni finnst sko Afturelding og IBVF eiga það sameiginlegt sko, þetta er svona stemmingslið, það þarf að vera einhver ákveðin stemming, leikmyndið þurfa að vera einhvern veginn að berja í brjóst á sér og það þarf alltaf að vera vitlaust upp í stúku, stuðningsmannasveitin þeirra sem reglulega kölluð róthöggi og kölluð vindhöggi eftir seinasta leik, einhvern veginn þeir þurfa að ná þessari stemmingu aftur upp. Já, klárlega. Ég held að það sé bara krúsjált fyrir þá að vera með stemmingu í kringum sig eins og segir sko. Þeir lifa á þessu sko. Það er ekki nóg að mæta það, þú veist, þeir mættu í Vodafone-höllina síðast. Ég sá þarna, þú veist, það var fullt af fólki úr Mosfellsbænum þarna. Það bara sagði enginn eitt, voru menn bara í svona miklu sjokki yfir þessu hvernig þetta var að spilast eða. Það var bara eins og jarðarför sko. Valsmenn svona verið ansið samfærandi sérstaklega strákur eins og Geir Guðmunds í seinustu 2 leikjum. Eru þeir einhvern veginn komnir á beinubrautina núna? Ég held að hann sé bara eins rosalega tæpur og hægt er að vera. Ég er ekki að sjá að hann nái bara því miður ekki að spila, hann er meiddur og það sést klárlega á honum sko. Hann er búinn að spila frábærlega, við erum að gefa það sko, en nú held ég að sé bara að fara að síga ansi mikið í hjá honum og hann meiðist í þessum leik, síðasta leik þó hann hafi haldið áfram annað og hann er tæpur. Ég er svolítið hræddur um það. Er það ekki líka bara ástæðan fyrir þeir að taka inn Óla Steff? Ég meina hann er ekkert búinn að, þeir töluðu að hann var ekkert búinn að æfa með þeim eftir jól og þeir eru samt að taka hann inn og ég meina það lítur að vera ástæði fyrir því og þegar Ómar dettur út sko. Ekki með og eitthvað. Já, en ég meina svo má ekki líka gleyma því sko að Sveinn í horninu, hann er bara að spila alla mínútur. Já, ég ætla einmitt að koma inn á hann, við erum að sjá það, við töluðum í einvíginu Hauka og IBVF, þá erum við að tala sko Hákon og Theodor, svo erum við nú að tala hvað Afturelding saknar Árna Braga, nú tölum við sko Sveinara sem er búinn að vera frábær. Þetta er svolítið hornamennirnir sem eru að skrifa fyrirsagnar í þessu einvígi. Já.
Mér finnst þetta bara Theodór sko, ég meina hann er bara komin í landsliðsklassa. Já. Ég vil bara fara að sjá hann, ég meina auðvitað hann meiddist hann þegar hann átti að fá einhver tækifæri með landsliðinu. Ég held að hann sé bara núna, hann er bara að setja statement sko. Ég er í þetta sko. Já. Sammála því? Já, það er klárlega og honum bauðst að spila sem atvinnumaður í vetur og var að velta það var bara ekki, ég held að honum hafi bara verið ráðlagt að fara það ekki. Það var einhver norsk lið á eftir honum sem hann hefði getað sænað og ég held að þar hafi bara verið haft vitt fyrir honum. Hann var bara að fara í Búndeslíkuna eftir þetta tíma. Þetta er bara svo harður heimur fyrir þessa hornamenn held ég að hef ég heyrt sko. Það er kannski spurningum að bara vera hérna heima og blómstra og fara bara í alvöru dæmi eins og kannski Stefán Rafn og Bjarki Már Elísson en mér finnst hann bara Tengslanetið hérna heima er það gríðarlega sterkt út í heima við erum komið með fullt af þjálfurum út sem eru að leika stórt hlutverk, við erum með leikmenn sem eru bestur í sínu liðum og þú veist tengslanetið er þannig að menn eiga bara alveg að geta sleppt í að spila þú veist í B-deildinni í Noregi og býða 1 ár eftir að rétt tækifæri komið. En það virðist, menn virðist hafa töluverðar skoðanir á því þegar menn eru að fara út, sko, menn eins og Gaupi tala að það sé galið fyrir Ómar Inga að fara til Danmerkur. Frekar en einhvers annað, þið sammála þessu? Nei, ég bara gæti ekki verið meira ósammála honum, sko. Ég held að hann sé þarna síðan að fara svolítið fram úr sér hvað þetta varar. Ég meina, Ómar er bara frábær handboltamaður, hann er náttúrulega mjög ungur. Það er kannski hægt að setja það, hann sé að fara snemma út. En ég held að hann hendi ekki danskan handbolta á eitthvað. Ég bara átta mig ekki alveg á þessum ummælum sko. En við erum náttúrulega búin að vera með mikið af Íslendingum sem hafa spilað en hann líka bendi svolítið á hann Gaupi að það enginn þeirra verið keyptur af dönsku liði inn í Búndeslíku. Valla síðan sko Róbert Gunn var. Það er líka ekki það sem hann að benda á hann. Ég þekki ekki danska handbolta. Ég meina Róbert Gunn, var ekki Arnór Atla eftir að Róbert Gunn var keyptur, var hann ekki að spila með einu besta félagsliði þarna AG og var þar á undan í FC Köpenhavn, ég meina sem var eitt af bestu liðanum í Danmörku. Ég meina, ég held þessi strákar verði bara að fara þarna út og upplifa þetta og standa á einu fótum og ég meina ef þetta gengur ekki upp eins og með Róbert, hún stóð til boða að vera áfram með, komið núna aftur til IBVF. Er það ekki bara jákvætt að þeir vilja koma heim og sjá það að það sé góð kostur? Það er ekki jafn gott fyrir hann að fara bara til IBVF skilur og fara í atvinnumennskuna þar. Þar þarf hann að standa á eigin fótum og Já. Ég meina IBVF er til dæmis frábær klúbbur og ég meina þetta sé bara vel haldið utan um þessa stráka þarna. Bunch of money. Nei, ég held að sé bara að gera hlutina gríðarlega vel. Ég held að sé að gera þetta professional sko. Annarkvort þegar kvartaði við því að lið eigi enga peninga hérna heima og ef að finnst 1-2 lið sem eiga peninga þá er það gagnrýnt líka. Ég kastaði sig fram sko gjörsamlega án allrar ábyrgðar en hvíslaði mér maður FH-ingur að FH hafi boðið Róbert Aroni 8 milljónir í áslaun en hann hafi fengið betra boð hjá IBVF og þess vegna sagt nei við FH, þannig að eitthvað virðist nú vera til að klingja hérna ef þetta er rétt. Ég held reyndar að það sé svolítið rétt það sem Róbert Aron segir að það sem hann upplifði í Eyjum hafi ráðið svolítið úrslitum að hann hafi farið þangað aftur og það voru ekki peningar held ég sko. Nei, ég veit líka, stemmingin? Já, en ég held að sé líka ekki bara það heldur, hann veit hverju hann gengur hann og það var, hann tók gríðarlega miklum framförum á það og ég held að sé að hugsa frekar það, hún langar aftur út sko, hann er að fara aftur út. Þannig að ég held að sé að spá í því sko. Burstið frá peningum sko. Nákvæmlega. Ef við förum aftur að skoða í Vals afturheldingar, við honum konið svolítið hérna. Mér finnst svolítið skemmtilegt við þessi undirláðstíð, þessar 2 rimmur, það er einhvern veginn miklu meiri stemming yfir Haukar í IBVF-rimmunni. Þú veist, þetta er einhvern veginn svona sem er svolítið spes við, sko, afturhelding, hvað mannst þú afturhelding sem við innu, þarna afturhelding og alveg, þetta er svona dómararnir voru ógeðslega lélegir og Óli Stef kom tilbaka. Það er náttúrulega Róman síðasta árs þetta einvígi sem er átt í úrslitunum Haukar í IBVF er kannski svolítið að taka þetta yfir en það má ekki gleyma því sko að liðið sem að vinnur þá rimmu
að ég meina Valsmenn og Aftureldismenn eru með gríðarlega frambærileg lið sko. Þeir eru ekkit, þetta er ekkit eins og liðið sem vinni hinna rimuna verði bara Íslandsmeistari. Nei, algjörlega. Langt í frá sko. Afturölding, Mosfellingar. Eiga Mosfellingar afturkvæmt í þessa baráttu eftir að hafa lent undir svona illa í seinasta leik? Já, ég held það sko. Ég held að þetta hefði bara verið ekki þeirra dagur sko. Nei, það er nefnilega búið að vera svolítið með Valsmenn líka. Þeir hafa átt svolítið ansi marga leiki í vetur, kannski ekki í úrslitakeppninni og ekki kannski í Final Four-helginni, en þeir spiluðu sko 27 leiki þar áður fyrir utan það skilu og þeir hafa einmitt verið svona sem kannski verðum að sjá svolítið Afturelding núna. Þetta Afturelding var ekki að spila svona í síðasta leik út af því að vantaði bara Árna Braga eða Böðvar. Ég held bara það vantaði bara eitthvað í liðið sko. Vantaði bara nyrsta, þetta bara var ekki þeirra dagur held ég sko. Bara það var ekkert að falla þarna í fyrri. Það var rosalega erfitt að koma inn í seinni eitthvað að fara eitthvað að redda einhverju og koma inn hvað var þetta 10 eða 15 mörk eða eitthvað. Liðin spila næsta morgun. Það er 20 í stöðunni. Valur klárar þetta eða Afturelding næra knýja frá mótaleik. Ég ætla að spyrja ykkur bara beint út. Ef þú ættir 1000 kall og ættir að setja pening á þetta. Ég myndi setja hann á Val, bara eftir því hvernig þessi leikur spilaðist, en ég reikna með þetta verði mjög jafnleikur. Lúter? Það veltur á Árna Braga líka á þessum Hvað settir þú skallið? Ég sett hann á Val. Já. Með naumindum. Já, ég Lúter ætla bara að taka peningin og fara heim. Já, þetta með hann aðeins. Nei, ég ætla að fara hinn pólinn, ég ætla að taka Afturelding. Ég held sko að Afturelding er svona lið, ef við sjáum Hauka skíttapaleik. Já, þeir koma sterkir tilbaka. Þeir tapa ekki tveimur leikjum í röð. Og Afturelding er svolítið svoleiðislið. Ekki bara þeir töpuðu, það bara hvernig þeir töpuðu sko. Já, ég sammálaði. Og ég held að þeir kvitti fyrir þetta. Bara fyrir sitt fólk sko. Nákvæmlega, og vindtökið verður róttökið aftur. Já. Heyri, við ætlum að kíkja á eitt við viðtölu þessu leik og svo ætlum við að rétt að kíkja á umspilseinvígið sæti í úrvalsdeildinni. Einar, hvað vantaði upp á henni í kvöld? Já, vantaði bara hugafari og viljan og bara menn bara mæti ekki til leiks og af hverju það var erfitt að svara akkurat núna og eitthvað sem við þurfum að skoða, en Valsmenn voru bara betur á öllum sviðum handboltans. Gríðarlega sveiflur í þessum viðuregnum hingað til og við lítum á fyrsta leikinn og síðan leikinn í kvöld. Hvernig getur þetta gerst? Já, ég meina, þetta er nú, ég ætla ekkert að vera afsaka tapið, en þetta gerist stundum í úrslitakeppnum og að það er eitt leikur sem endar í einhverju busti þótt að þetta sé allt saman jafnt, þannig að ef við svörum fyrir þetta á laugardaginn þá er bara 2-2 og við þurfum bara að gera það, við þurfum bara að sýna úr hverjum gerður, við þurfum að sýna stuðningsmönnum okkar að sé eitthvað varið í okkur og það var ekkert varið í okkur í dag. Þínir menn hengdu haus í fyrri hálfleik en þú nær að vekja þessi seinni hálfleik, komið svo niður í 5. Já, ég meina, ég sendi bara Daða á það og hann kveikti í þeim. Við mættum bara ekki til leiks, það var bara þannig og maður fann það bara á fyrstu mínútunum, það vantaði eitthvað. Við þurfum að finna út hvað það er og eins og ég sagði, við þurfum bara að sanna fyrir fólki aftur að sé eitthvað varið í okkur. En náðu að minnka þetta sem segir niður í 5 en það fórust það bara einfallega orðinn stór. Já, ég meina, ef við hefum verið 5 mörkum undir í hálfleik þá hefði þetta verið yfirstíganlegt og við erum komið þetta niður í 5 og förum með 2 sóknir einu fleiri og hefum hugsanlega getað komið þetta niður í 4 og þá hefði kannski komið meiri pressa en ég meina, þú ferð ekki 10 mörkum undir á móti Val og ætlast til þess að komast tilbaka til það. Ég meina, það verður bara að spila allar mínútur á móti Val. Við vorum bara í hlutlausum í seinni hálfleik þótt að við höfum sýnt meiri kraft. Komnir með baki upp í veggi í þessari viðureign, hvað þurfum við að gera á laugardaginn? Við þurfum bara að svara fyrir þetta. Við þekkjum þessa stöðu, við vorum 2-1 undir á móti ÍR í fyrra í undanúrslitum og svöruðum því og kláruðum það, þannig við þurfum bara að kafa djúpt og ég meina menn þurfa bara að sýna að það sé eitthvað varið í þá. Það var enginn sem sýndi neitt í dag og ég meina menn verða bara að svara fyrir það. Ég meina við erum búin að æfa ég veit ekki hvað marga mánuði og búin að bíða eftir að komast í þessu stöðu og menn verða bara að sýna að þeir hafa einhvern áhuga á þessu. Það er óhætt að segja að Valsmenn hafi sýnt alla sína bestu liðar í kvöld? Já, flestar sko. Auðvitað eigum við alltaf eitthvað til betra en þetta var allavega svona með okkur besta. Þannig að við hliðin á sérstaklega fyrsta leiknum, hvað voru að gera betur núna?
bara, þú veist, allt. Það fyrsti leikurinn var bara svona, þú veist, ekki góður í neinu, ágætur í öllu. Núna erum við bara að sýna að það er svona ekki okkar besta sko, en þetta svona orðið nálægt í, þannig að ég veit ekki alveg hvað við erum að gera betur. Það er bara allt, skilur við, það ekkert sérstakt, það bara allt betra, vörn, markvarsla, sóknin, það allt betra. Það að sýna á ykkar degi, þá erum við með betra liðan aftur held ég. Já, ég held að við getum alveg sagt það. Við erum búin að, þessi fyrsti leikur hérna í Eyjum var fyrsti leikur sem við töpum á úti í vetum. Hitt erum við búin að vinna svona frekar glæsilega bara, þannig að já, ég held að við getum alveg sagt að við erum bara með betra lið. Og að ganga ansi vel hjá þér persónulega í úrslitakeppninni. Hvernig þér hlýtur að líða nokkuð vel með sjálfa núna? Já, ég ánægður með mig. Ég í fínu formi og svona og bara, þú veist, búinn að haldast heill í þarna vetur, þannig að þetta bara svona uppskeran af því kannski að maður búinn að ná heilu tímabili og bara í góðu standi, sko. Spila hverja einustu mínútu, það ekkert að hafa áhrif á því? Nei, það bara það sem ég langar að gera og ég get ekki fara að sko, segja, hvart undan því þegar það gerist, sko. Endist lengur en Óli Steff og svoleiðis kalla? Já, ég vona að ég sé aðeins betra standi en hann. Hvernig leggst sig hann núna leikurinn á laugardaginn í? Bara vel, ég ætlum bara að mæta almennilega í hann og það bara verkefni sem við þurfum að klára og það þarf ekkert að taka minna á því heldur en núna. Það verður bara að mæta alveg eins og afturhendingu, þeir eru bara það góðir sko að ef við erum ykkur í kjaftaði þá bara slátra þær okkur, það er bara svoleiðis sko. Strákar, kíkjum núna örstutt í fyrstu deildina. Það hrikalega skemmtilegir hlutir í gangi þar. Það er ekki bara í Ólisteildunum sem það spenna. Fjölnir Selfoss, þetta einvígi ætlar að verða eitthvað legendary. Klálega, þetta var alltaf legendary leikur. Það var gríðarlega skemmtilegur. Og þetta voru svona liðin sem að allir vissu að myndu mætast. Já, ég held það sko. En bara líka búin að fá hérna flautumark í venjulegum leiktíma og setja þetta í framlengingu og þetta er veisla. Og stað núna í einvíginu 2-1, Fjölnir vann fyrstu 2 leikina og hefði geta tryggt sætið sitt í kvöld en Selfyssingar allavega frestuðu fagnalátunum. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að einvígi komið til að spilast núna næstunni? Þegar að Fjölnir unnu seinni leikinn og komnir í 2-0, það fannst mér mjög ólíklegt að Selfoss væri að fara að vinna 3 í röð. Og ég held það ennþá, en Selfyssingarnir gætu klárlega, ef þeir myndu vinna næsta leik, þú veist, þá þetta basically 50-50 með hvernig leikinn að spilast. Þannig að þeir eru bara upp við vegginn og Íslendingar eru oftast ágættir þegar þeir eru með stilt upp við vegg. Það er nefnilega rétt. Lúter, hvað? Þetta er svolítið vont bara held ég fyrir, ég held að það hafi verið svolítið meira að vinna fyrir Selfossliðið að sko þeir eru búin að tapa mörgum leikjum í röð á móti Fjölni. Já. Að sko síðasti leikur þeirra, þar var Selfoss betri aðilinn lengur hluta leiksins en Fjölnir var bara betri síðustu 20 mínútur. Ég veit ekki hvernig að, þú veist, þetta er bara leikur sem í kvöld sem er bara allur í járnum og þú veist, mjög erfitt en mér finnst bara að Selfoss liðið vera að vinna sig rosalega hratt í þetta. Maður sér alltaf að það er bara betra og betra og betra. Það er spurning líka hvað þetta gerir fyrir þá, svona andlegu liðina sko. Þarna þetta hafi lagast aðeins. Og var eitthvað mús á broti? Já, þeir voru svektir eftir leikinn á heimavelli sínum að hafa ekki unnið sko. En það er áhugavert við þetta einvígi einhvern veginn svona handrita þessu. Þetta er mörg hluti eins og Hollywoodmynd sko, bæði liðin grátlega nærri að komast í Ólisteildina í fyrra. Fjölnir náttúrulega vinnur Selfoss í undanúrslitunum þar. Við leikið liðina í deildinni í vetur, frábærir og jafnir, þetta einvígi frábært, við erum með En alltaf vinnur Fjölnir. Já, við erum með efnilega leikmenn í blandið reynslubolta eins og Svein Þorgeirs og Þór Ólafs. Þjálfararnir eru bræður, þú veist, það er einhvern veginn, þetta er einhvern veginn Hollywood réttin og lofarið. Vinjar í Loftsinni og Hornamanni þarna og bara... Alla Kristins í Selfossi sem er búin að vera þarna í efstu deild með Selfoss. Þrastar komin inn í þetta aftur og Selfossliðið, þetta er bara rosalega skemmtilega mótmenn. Þórir Ólafs ekki með í kvöld, hann verður með næst. Meiddur eða? Nei, hann tæpur bara. Ég talaði við hann í kvöld aðeins og hann sagði mér það bara svona í úrsprungum að hann svona hann sagði það að þetta hefði verið lagt upp með þetta að sleppa honum í kvöld og hann kemur þá bara ennþá ferskara. Ég kannski líka svolítil hann þurfi kannski að hvíla sig, þetta er kannski óþétt spila fyrir hann. Hann er ekkert yngjast? Nei,
Nei, það er rétt. léttast. En svo líka bara það sem við vorum að tala um að vantaði smá krydd í hérna IBVF Hauka og voru engin rauðspjöld og vantaði það, en það voru 2 þarna sko. Já, þetta var einhvern veginn og manni finnst eiginlega bara svona pínlítið leiðilegt að þessi ekki bara hægt að gefa báðum þessum liðum sæti í Ólafsdeildinni, en einhvern veginn stuða stemmingin í þessu. Já. Það verður óskandi. Það er líka bara frábært að sjá stemminguna. Já, sko Fjölnir, mér langar að nefna, Fjölnir eru að vinna virkilega gott starf þarna upp í Gráin. Ég ætla einmitt að fara að koma inn á það. Svo sem búið að tala aðeins um þetta, en hérna, ég einhvern veginn umgjörðin bara hérna. Í kringum leikina, við erum með hérna Fjölnir TV og eitthvað svona, þetta er bara, þetta er ólíðsdeildar standard og rúmlega það finnst mér. Þetta er toppurinn, þetta er bara rjóminn. Ég meina þeir eru bara að gera það sama á Haukar og IBVF er að gera sko. Ljósasjó og... Já, ljósasjó, læti og stuðningsmannasveit og það þurfti að þakka niður í áhorfendum í kvöld og kynnin þurfti að róa mannskapið niður og þeir eru að gera þetta bara virkilega vel. En fyrir nokkrum árum, það er bara nokkur ár síðan, að þá var Fjölnir liðið sem bara, þú varst með garantíaðan sigur á móti. Í dag eru þið bara búin að búa til bara mjög flott og frambarilegt lið á sínum eigin strákum og þannig á að gera þetta. Líka gaman, þetta er ekkert aðgift sko. Svo stemmingin í kringum handboltann, þannig að gaman að sjá það að við fórum nú Lúter á Selfossi í leik 2 þar sem það var líka bílu stemming og hérna Hnefinn, stuðningsmannafélag Fjölnis með þetta skemmtilega nafn. Þeir yfirgnaða heimamenn einhvern veginn í stúkunni, það fór miklu meira fyrir fannst manni. Já, það var kannski, en einhver síður fannst mér þessi umgjörð á Selfossi frábær. Já, við tökum ekkert af því. Húsi geggja sko. Húsið er svona, það er ákveðin sjarm í því hvað það er lítið. Þetta er eins og að vera að spila bara hérna í Breiðholtsskóla sko. Ef þú ferð út á ertu bara komin á vegg. Þetta er eins og gamla húsið hérna upp í Mosó. Það er, þegar þú spilar uppi sko hátt, það glímur í þessu sko. Er þetta ekki fjósi? Kallar þetta ekki fjósi? Jú, eitthvað svoleiðis. Já, ég meina Selfoss er kannski svona, hefur söguna með sér sko og hafa náttúrulega, þeir getur stilt upp líklega einu besta byrjunarliði á Íslandi ef að uppeldisstrákarnir þeirra væru í Selfossi. Janus og Ómar og allir þessi gæjar, en hérna Fjölnir er kannski í liði sem er að svona up and coming sko. Við erum núna að tala um sko Fjölnir félag sem er stofnað 1988. Já, bæði er að stofna 1988 og það er engin hefð fyrir handbolta í Gráinum bara fyrir en nýtt til komin sko. Já, það er bara verið fótboltinn og Karvan var þarna, veldig sterk. Þannig að ég, sko, eins og þú segir, það er eiginlega hálfleiðilegt að bæði lið geti ekki bara verið í ólísa ári. Ég held að sé samt sko, það er miklu meiri pressa á Selfyssingum að bara klára þetta dæmi að koma sér upp úr þessari deild sko. Og ég held að það sé svona, ég talaði við menn hérna fyrir austan núna fyrir vetur og þar var einn sem sagði mér það að það væri bara svona þegar að fara að nálgast úrslitakeppnina og svona rétt á í hana kæmi, þá yrði öllu tjalda til sem að yrði hægt að tjalda til. Og þeir eru svolítið á eftir á með þetta, þeir þurfa þetta lið. Það þarf bara að fara að komast í bjólís. Við vitum hvað gerist ef þeir fara ekki í bjólís núna. Þeir missa 1, 2, 3 menn enn eina ferðina. Ef þeir komast í bjólís, þá eiga þeir fullt af leikmönnum. En hérna, sem að gætu komið tilbaka. Já, en nú er ég að spá eins og með Fjölni sko. Nú eru þeir strákarnir sem eru í Fjölni núna, Donni til dæmis, Kristján, er hann að fara að gefa þessu annað séns eða? Ef þeir fara ekki upp núna, er hann ekki orðinn á góðu til þess að spila fyrst? Það er búið að vera eitthvað að kroppi en það komið nú fréttur í fyrra held ég eftir bikarleika móti Akureyri og þeir að vera að kroppi hann. Er hann ekki bara, þetta er bara annarkvort núna eða það er ekki bara bæði liðið nákvæmlega sömu aðstöðu hvað þetta var. Jú, ef þeir fara ekki upp, þá missa þeir 2-3 leikum. Það er eiginlega óumflýjanlegt. Það eru strákar í báðum þessum liðum sem eru alltaf góðir fyrir fyrst. Já, og það eru líka þarna tveir menn sem að komu tilbaka í Fjölnisliðið til þess að þetta átti að vera þeirra síðasta verk. Það var að koma uppeldisfélagarnir sínu upp á deild. Þeir hafa ekki endalausan tíma til þess. Nei. Og Svenni til dæmis er búið að vera gríðarlega mikilvægur í veturferðum og miklu betur en hann var í fyrra. Hann er heill og þeir hafa ekki endalausan tíma til þess.
Það er rétt. Ef ég gef ykkur aftur sig ykkur 1000 kallinn og spyr ykkur hérna næsta leik, er Fjölnir að fara að klára þetta eða nær Selfoss að jafna? Ég veit það ekki. En ég held að bara eins og ég hugsaði eftir þessa 2 leiki að ég held að það sé bara mjög erfitt að vinna 3 röð. Það er náttúrulega... Hvort sem að Selfoss vinni næsta eða ekki, ég held að þau þurfa bara að eyða greiðlega miklu púður í þetta sko. Ég held að Fjölnir klári einvíð. Stefán sagði við mig í viðtali í kvöld að hann var búinn að finna uppskriftina, það er farið á lift og svo er þið bara steik og bearnaisesósa í hádeginu fyrir leik. Er þú seint að fá leikamild með Selfoss eða? Þetta er steik og bearnaise, ég klár. Það er uppskriftin saman, það verður aftur núna á sunnudag, steik og bearnaise eftir liftingavíku. Ég held að, já, ég er jafn óviss og þú sko. Já. Ég vona bara að þetta verði skemmtileg leikir og menn fá bara allt fyrir pening. Við viljum fá þetta í 5. leikin, alveg svo. Við viljum allt í 5. leikin. Við viljum bara handbolta til 1. Það er rosalegt. Ég held að konundur okkar Lúthens vilja ekki 5. leiki. Við erum út á hverju kvöldi. Enga 5. leiki í dag. Við skulum fara að segja þetta gott af Kalla handboltanum. Við þekkum bara kærlega fyrir áhorfið. Verðum hérna aftur þegar fleira er að frétta. Takk fyrir.